velkomin í liðaval F1 e-sportsdeildarinnar. Ég Flósi og í mótorstjórninni, formaður mótorstjórnar F1 e-sportsdeildarinnar og hjá mér sitja Aron Óskars og Hinrik frá GT-akademíunni. Þið eru búin að vera að sjá streymin fyrir okkur, hingað til, fyrir PlayStation-deildina allavega og við ræddum saman og þið ætlið að halda áfram að streyma úrvalsdeildinni fyrir okkur. Jú, mikið rétt, halda því áfram. Og bara svona, fyrsta spurningin hvernig fannst ykkur síðasta tímabil? Bara gríðarlega spennandi. Það er bara Það fannst mér þetta mjög skemmtilegt sko. Já. Ég hef mjög gaman að þessu. Svolítið leiðilegt samt að horfa á fremstu menn alltaf vinna sömu keppnirnar. Það alltaf, en við erum alltaf að kvartunda því þegar við horfum á formúlið, þannig að það skiptir engum máli. Það er alveg augljóst að það bara eru bestu menn að gera best sko. Algjörlega. Þegar við erum með svona ákveðið kerfi sem sér hversu mikið damage er á bílunum, hversu mikið dekkaeyðsla er í gangi og sér maður líka svona mismunandi strategíur sem aksturstíl sem menn nota. Nákvæmlega. Og það sem næsta spurning þá, hvernig haldið að nýja tímabili verði þar sem við erum að blanda PlayStation og PC? Það er einmitt það sem er svo spennandi sko. Það er það sem gerir þetta rosalega spennandi. Við sáum rosalega sterka einstaklinga í PC-deildinni og rosalega sterka einstaklinga í PC-deildinni. Já. Hvort sagði ég undan. Skiptir ekki máli. Við sáum allan rosalega sterka einstaklinga að það. Þannig að það verður gaman að sjá það loksins fara saman og keppa virkilega það hver hraðastur af þessum einstaklingum öllum sko. Já. Ég held að verði meiri keppni. Töluvert meiri keppni. Algjörlega. Og bara ef við bara horfum á það, sko, Grímur gjörsamlega rústaði PC-deildinni. Já. Og sama gerði Fúsuprim með PlayStation-deildina. Akkurat. Verður fróðlegt að sjá hvernig þar sem náttúrulega, sko við vitum það að það er mismunandi að keyra á PC og PlayStation. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þessir tveir munu vera. Einnig líka fróðlegt að sjá bara liðavalið sem við erum að fara að sjá núna. Það er liðavalið, hvernig þessar deildir lenda saman. Þú veist, einhverjir úr PC og PlayStation að fara að vera saman í liði. Það er algjörlega þannig. Það eru nokkri sem eru búin að blanda sig saman. Ok, spennandi. Bara svona til að nefna sem dæmi, þá semst einn maður sem fór af PlayStation og kom yfir á PC-serverinn. Og núna þar sem við erum að blanda deildunum, þá nýtti hann sér tækifærið og fór aftur í að vera með liðsfélaga úr PlayStation-deildinni. Ok, skemmtilegt maður. Þannig að það verða svona svolítið mikla hrókeringar núna. Og verður bara fróðlegt að sjá hverjir taka hvaða lið. Já, mjög spennandi. Við erum alveg einstaklega ánægðir með það að hægt sé núna að blanda saman PlayStation og PC. Já. Og það hefur líka verið gaman að sjá hvað margir PlayStation-deildinni hafa heimsótt okkur og prófað önnur forrit sko. Einmitt. Líka gaman að sjá hvort að dreigið einhverja úr þessum keppnum í Íslandsmót og svona keppni á vegum FIA og Aksturssambandsins. Já, það sem allar deildir eru aðeins búin að dreifa úr sér aðeins meira, þannig að keppnir eru aðeins dreifðar úr sér, þannig að keppnir eru möguleika að fara aðeins meira á milli deilda líka og geta keppt fleiri en bara einhverju einn deild, sko. Og það er einmitt akkurat eitt af því sem ég hugsaði þegar við vorum að setja upp dagatalið okkar. Ég hafði samband við hann Guffa hjá GTI. Akkurat. Ég talaði einmitt líka við þig varðandi F3 mótorröðun og svona. Akkurat. Akkurat til þess að passa það, þeir sem að vilja keppa í fleiri, sem sagt, akstursraf íþróttar deildum, þeir hafa þann möguleika. Já. Við viljum benda á það, inn á gta.is/dagatal getið þið séð allar þessar mótaræðir alltaf. Ég held þessu alveg einn stígu í get. Það getið þið séð hvað er í gangi á hvaða degi og það er eiginlega alltaf eitthvað í gangi. Síðasta ár var blússandi, sko. Hvað segirðu? Líka þeirra? Jú, allar deildirnar sem ég veit og ef það er einhver deild sem ég veit ekki endilega senda okkur skilaboð á gta.is svo ég bætum þessu við. Já, nákvæmlega. Og það er líka bara virkilega gaman að sjá það hvað sterkustu menninir í deildunum hjá okkur í lokahófinu voru einstaklega sterkir líka í öðrum aksturshermum. Já, og snöggir eins og ég kom inn á stríminu þá, tímarnir hérna voru kannski 2 sekúndum eftir, sko eftir 10 mínútum að akstri í einhverjum allt öðrum hermi sem að mér finnst persónulega mikið erfiðari, sko. En þá, við vorum svona snöggir að ná þessu, þannig ég held að við getum alveg mögulega að fengið mjög sterka einstaklinga úr öðrum deildum og alveg bara hvaða deild sem er. Það tekur smá stund fyrir keppendur að aðlaga sig að nýjum leik, sko. Algjörlega. Og þá eru orðin bara verulega hraðir, eða eru hraðir öðrum leik, sko. Já, sko ég prófaði Formule 1 bílinn í iRacing hjá ykkur og ég get bara sagt það að þetta er svona 20 sinnum erfiðara heldur en F1 22 leikurinn. Já, svo finnst mér samt rosalega erfitt að keyra í 22 leiknum. En það er bara vaninn líka, sko. Þetta tekur maður bara tíma að koma sér inn í leikinn. Náttúrulega líka, sko, það sem að þið eru með. Þið eru náttúrulega með load cell petala og þú veist, almennileg stýri og bara almennilegt rigg. Já. Og það hefur svo mikil áhrif þegar maður komið með load cell petala upp á móti þessi plastpetalum sem er ekki með neitt viðnám. Já. Það munar rosalega miklu. Það er vissulega auðveldara að keyra með þessa plastpetala
En á sama tíma þá ertu ekki með sömu nákvæmna. Nei, ekki með svona nákvæmna, en maður getur raðað ýmsu dótið að undir, gummíum og svömpum og einhverju dótið til að fá nokkuð svona gott fíl út úr þessu, sko. Einmitt. En það jafnast ekki á í loadsell. Nei, ekki neitt. neitt. Það er sama hvaða loadsell það er, sko. Það er bara alltaf frábært. Algjörlega. Núna eru sko, held með þess að Thrustmaster ætla sér í Direct Drive. Já. Held að þessi Thrustmaster. Já, þeir eru að fara að tilkynna eitthvað núna. Logitech voru að koma út með eitthvað budget stuff, sko. Já, Græðin er alltaf að vera betri og betri og aðgengi að svona græjum. Já. Og bara verðlagningin á þessu er að skána rosalega. Þannig að bara þeir sem eru að byrja í þessu núna, þeir hafa miklu meiri möguleika heldur en voru bara fyrir 5 árum. Já. Það bara- Mikið meiri möguleika. Já. Miklu meiri möguleika. Og bara nýta tækifæri. Eru þið ekki ennþá að selja gamalt stöf sem að þið eru að fara að uppfæra? Jú, það er alls ekkert ólíklegt að Já. við uppfærum sem er ennþá bara í standi, sko. Já. Þannig að ef... Þau stýri keir ekki. Nei. Það er svona PC only, sko. Já, en ef að fólk er að leita sér að almennilegu dóti, Já. þá er hægt að hafa samband við ykkur og sjá hvort að þið séu mögulega að fara. Já, við höfum eftir að vera með tímanum, þá mun bætast í lausstýri, við höfum eftir að skipta þeim út hægt og rólega. Já, þannig að, en ég meina, þú veist, eins og ég segi, þú veist, þið eru með almennileg stýri, þið eru ekki með þetta Thrustmaster T80 sem að hreinur í sundur eftir 2 vikur. Alls ekki, nei, þetta á sínum tíma þetta var keypt og ég man þegar ég sá þessi stýri fyrst, sko, ég var bara, mér fannst þetta svakalegt, sko, ég hef aldrei fyrir 5 árum síðan, þá var þekkti engan sem átti svona dót, sko. Þetta var bara ég einn í mínum heimi eitthvað að leika mér og vinið mínu fannst þetta bara skrítið, sko. Og það var fyrir svona 5-6 árum síðan, sko, þannig að það er margt búið að breytast, sko. Þeir sannfærið mig það að kaupa þessi Direct Drive frá SimExperience sem voru 2-falt dýrari heldur en ég ætlaði að kaupa sem var á Fanatec Club Sport. Þetta beltaði stýri sem er alveg frábært enn þann dag í dag, sko. En endingin er bara miklu meiri, sko. Það er djöfla staðum allan að tíma. Engin belti inn í þessu, engin svona auka búnaður, sko. Já. Já, hann að það er bara klárlega framtíð þessu. Já, en bara svona aðeins að fá forsögu af GT Akademíunni. Hvernig byrjaði GT Akademíun? Já, þetta var eiginlega bara svona, ég hef alltaf verið mikill svona, eins og flestir, sko, bara einn út í horni svona áður en að online senan fór á stað, sko. Og bara vinna hjá CCP og þar vorum við margir sem vastus áhugamenn, og vorum að simreisa. Þannig séð, sko. Svo eftir að hafa farið svona go-kart með dóttur minni, var dýr. Fyrir illa með baki á manni. En samt ógeðslega skemmtilegt, sko. Þá svona fór að fæðast svona hugmyndum svona hvað ef þetta væri. Á sama tíma var ég að skoða eitthvað stýri til sölu. Direct Drive stýri, svona eitthvað svona kynning á því, sko. Þá var kynningin í einhverju svona center, svona eins og ég stofnaði, sko. Mér fannst það bara svo geggjuð hugmynd, bara, er þetta til? Þannig að ég bara fór að skoða hvort þetta væri möguleiki að fara út í þetta svona. Einmitt. Já, það bara. Já. Og þið eru báðir, eða þú allavega, Aron, með bikra í GT Akademíunni. Hauga þeim. Og Já, ég náði að vera Íslandsmeistari einu sinna 2020, þá náði ég því þegar GT Akademíun var að halda Íslandsmeistaramót. Það var annað skipti sem við heldum Íslandsmeistaramót. Ok. Þá náði ég að hrifsa honum. Já, og er baksaga þín þá í akstursíþróttum eða ertu bara í hermi? Ef ég byrjaði einhvers staðar, þá byrjaði ég í hermi, skilur. Það er alveg klart máli. Þegar ég var pínlítið, það er einmitt upp í Akademíu svona pínlítið stýri sem að ég stakk undir rassinn á mér og svo bensíkjön hérna og bremsan hér. Ég notaði þetta í PlayStation 1 alveg vissi vang, sko, og svo átti ég nokkur stýri eftir það. Þannig að ég hef mest verið í því frekar en að vera fyrst í venjulegu motorsportin. Svo hef ég keppt í þólagstir þar og nokkur svona tíma-ati eins og þetta heitir á góðri íslensku. Já. Time Attack upp á Kvartmýlubraut og mikið verið með Kvartmýluklúbbnum, sko. Einmitt. En mest í þessu. Sko, við erum með mjög góða tengingu inn í góð tengsl við Akstursíþróttasamband Íslands og Kvartmýluklubbinn. Já. Við sjáum það sem eitt af okkar hlutverkum er að færa samfélagið í keppnisumhverfið, jafnvel þá undir hatti félagana. Já. Það er leiðin til að þess að fá
ná árangur erlendis og fá viðurkenningu. Einmitt. Að við erum svona vonast til þess að þessir ökumenn komi svo einhvern tímann og taki þátt í Íslandsmeistaramóti og verður Norðurlandameistaramót eða Evrópumót þar að segja hugsanlega á næsta ári í Assetto Corsa Competizione. Já. Forritið sem ákveða að nota hérni frá. Já. Alltaf á næstu 2 árin held ég. Já, skil það. Þannig að fyrsta keppnin núna sem þetta forritið notað, það núna 27. október. Hákon að fara að keppa, Hákon Jökulsson. Já, hann keppti aðeins með okkur í B-deildinni á síðasta tímabili í PSG. En hann þurfti að draga sig úr keppni vegna annarra skuldbindinga. Já. En það bara, eina sem ég geti sagt þann mann bara topp ökumaður. Já. Hann alveg rosalega. Já. Hann ábúrslega góður strákur líka. Hann bara, þetta verður mjög gaman að fylgjast með hann út frá. Í Fraklandi. Hann flýgur til Fraklands og tekur það sko. Já. Það var annað íslenskt lið sem var alltaf að fara. Það einhvers konar svona license-málum. Já, maður getur verið með brons, silfur og gull license og við eigum Ísland á bara engan sem með silfur eða gull sko. Ég skil. Og það þurfti 3 keppendur í það. Hermikapastri þá gildir það ekki beint. Nei, en það nú eitthvað ákvæði sem ég kannski ætti ekki að vera að tala um að því ég man ekki alveg hvernig það var, en það einhvers staðar eitthvað það að ef maður sigrar alþjóðlega keppni í hermikapastri sem rekin af FIA, vottuð keppni, bara alvöru keppni, þá á maður svona skilið þetta bronsskírteini sko. Þannig að þá getur maður að fara að keppa úti af einhverju alvöru, þú veist, á alvöru bílum og svoleiðis, þá maður komið með svona þetta skírteini til þess sko. Já. Grafast fyrir það og sjá hvað. Já, en ég man eftir því mér var sagt þetta mjög virtum manni í þessum bransa, þannig að ég stendi það. Þetta er einhvern veginn svona, það er einhvern veginn hægt að fá þetta svona skírteini, þetta bronsskírteini. Já, þetta er semst í rauninni byrjunastigið að almennilegum kappaksturs. Já, og FIA hafa verið að reyna svolítið að brúa beilina, því við vitum það að það er brándýrt að fara að keppa í alvöru mótorsporti. Það er bara bæði tími og peningar sem fara í það og ódýrasta sportið er ódýrt og allt það, en það er samt mikið dýrar heldur en að fara að leika sér í töluleik heima, sko. Algjörlega. Þannig að þarna, FIA er svolítið svona að brúa beilið þarna milli þannig að fólk komist úr þessum hermikapastri og yfir í raunveruleika. Eins og við þekkjum bara Gran Turismo og það var einhver meistari þar og hann verið núna að keppa GT3 bílum í alvörunni, sko. Já. Hann átti einhverjum basli með að fá annan samning en það er annar mál. Svo fekk hann samt annan samning, hann byrjaði að keyra aftur og hann byrjaði bara í töluleik heima á sér og það trúði enginn að hann var að fara að keyra alvöru bíla undan, menn hann er núna bara með samning og er bara æðislegur, sko. Þannig eru möguleikir og okkur langar svolítið að vera þarna þar, miðin á þessu. Að vera tengingin þarna á milli. Já, og hjálpa til við þetta alveg eins og við mögulega getum, sko. Já, og eins líka bara eins og hvernig ég sá með einmitt F1 e-sportsdeildina, að svolítið normalisera rafaksturs íþróttir eins mikið eins og FIFA og þessir íþróttaleikir og annað sem hefur orðið. Það hefur ekki farið eins mikið fyrir rafaksturs íþróttum í heiminum eins og FIFA, CSGO og öllu þessu. Þannig að koma þessu upp á sama level þar sem við erum með aksturs íþróttir á sama leveli. GTAC Æsland er að gera rosalega vel með það. Náttúrulega búin að vera á stöð 2 e-sports núna í 2 ár held ég, eða 2 tímabil. Já, og búin að vera að reka bara frábæra deild, hann Guffi. Þetta er bara frábæra deild, það er allir æðislega hérna, ég er bara stórkostleg deild, sko. Já, og þið náttúrulega með Formúlu 3 mótorröðina. Já, við erum með Íslandsmeistaramót. Já, Íslandsmeistaramótið. Það er ekki víst að verði Formúlu 3 næst og væntanlega eiginlega bara verður ekki Formúlu 3 næst, held ég. Nei. Nei, það er möguleika ekki. Við höfum alltaf, fyrst var þetta í Project Cars ekið alltaf og þá var það á GT3 bílum. Já, GT3 bílum, já. Svo var það GTE bíl, Corvettan. Svo eftir það hefur við verið í Formúlu 3. Svo hún hefur verið að spá í að farið Formúlu 1 eða GT bíla og við erum búin að vera að keyra einhvers konar skoðanakannanir, sko. En við viljum keyra þá keppni sem við fáum flesta þátttakendur. Típan skiptir okkur ekki mestu máli. Við viljum bara að fólk taki þátt í keppnum og venjist svona keppnisumhverfi sem þá á vegum aksturs íþróttasambandsins með dómurum og öllu, sko. Vegna þess að allt umhverfi kringum keppnina simulator umhverfi sem í alvörinni. Driver briefing og bara hvernig dómararnir líta á aksturinn og allt þetta, sko. Þannig að ég meina allir hérna inni hafa fullan erendur í alvöru kappakstur og þá eru þið bara vanir þessu umhverfið þegar þið komið í alvöru kappaksturinn. Já, við höfum verið að fá keppnistjóra
til aðstoða okkur sem aðstoðaði mig reyndar við að vera keppnistjóri en hann keppnistjóri úr kvartmynduklúbnum Já, og hefur verið að stjórna alvöru keppnum þar þannig að þetta svona og hefur meira þess að farið út að stjórna Formule 1 keppni hjálpa til í þar sko þannig að það er reynsla á bak við þig. Já, sem aðstoðaði mig sem stendur við baki á mér ekki mikið Þannig að við reynum að gera eins mikið við getum fyrir kvartmynduklúbinn sem að móti svo koma með dómara fyrir okkur og hjálpa okkur að svona koma íþróttahliðin áfram sko. Einmitt. Já, ég held að ef við taka okkur bara örstutta pásu og síðan ætla ég að fá þá Grím og Fúsuprím meistarana úr PC og PlayStation í smá spjall hérna eftir smá pásu. Má ég nefna það að ég er að fara að keppa, ég held að sé klukkan 7 í svona alþjóðlegu móti, það eru 60 bílar á grittinu, endilega tjúnið inn og ég þarf vantilega að fara fyrir hann að ég bara takk fyrir að fá mig hingað. Takk fyrir að koma. Sjáumst þú eftir kallið minn. Yes. Sjáumst þú eftir því. Er það klipt núna? Já, þá erum við komnir aftur og ég kom með þá Alex eða Fúsuprím og Grím í sófann hjá mér og ætlum aðeins að spjalla við þá. Byrjum bara á þér Alex. Þú gjörsamlega rústaðir PlayStation tímabilinu á síðasta tímabili. Hverjar eru væntingarnir fyrir þetta tímabil? Reyna að vinna aftur auðvitað. Já. Það er nummer 1 og 3. Og bara sama spurning til þig Grímur. Já, það er svo sem svipað sko, ég bara reyna að gera mitt best og sjá hvað gerist sko. Já. Þið ákveðu ekki að vera liðsfélagar, þannig að það verður meiri spenna í Constructors held ég heldur en í liða, hvor ykkar muni taka það er að segja ef að svo lengi sem að þið ná að halda ykkur hreinum og klára allar keppnir og mæti í allar keppnir. Þannig að hvernig þú ert náttúrulega vanur þínum liðsfélaga, þú ert að fá nýjan liðsfélaga sem að var eftirlaus. Þannig að hverjar eru ykkar væntingar fyrir liðakeppnina? Svo sem það er auðvitað sem skiptir mestu máli er að mæti keppninar og ná góðum stigum, vera konsistent sem að ég og Stefán eða Sigfúsum höfum verið að gera síðustu 2 tímabil og pre-season. Þannig að við stefnum auðvitað á það bara að halda okkar lægi að reyna að klára hver einustu keppni og helst á pódium. Einmitt. Ég er náttúrulega að fara svolítið blindur inn í það sko þannig séð en ég er náttúrulega bara að gera mitt og svo bara reynum við að bara sá sem er með mér bara hjálpa stað eins og við getum og þá bara sjáum hvað gerist sko. Þið rétt mistuð af liðabikarnum á síðasta tímabili. Aðalega út af það sem að þið bæði þú og Hagbliki mistuð af nokkrum keppnum. Þið stefnið á það ná að þú og þá nýju liðsfélagin þá stefnið vonandi á það að ná að mæta í hverja einustu keppni og tryggja ykkur liðstitilinu á þessu tímabili. Já, það var náttúrulega geggjað sko en maður bara getur ekki lofa neinu þannig séð, maður verður deildin náttúrulega sterkar núna þegar að búa að blanda saman þannig að það bara verður eins og það er sko. Núna náttúrulega smá breyting frá síðasta tímabili, núna verðum við með bikara í bóði réttbrautunar þannig að núna er það náttúrulega rosalega mikilvægt að mæta í hverja einustu keppni og vonandi ná að tryggja sér 2 bikara í staðan fyrir breyt. Þannig að en verður fróðlegt að fylgjast með ykkur og sjá hvernig tímabilið spilast út. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir spjallið og ætlum að bara þar sem að næstu gestir eru ekki mættið þá ætlum við bara að vinda okkur í liðavali sjálft. Þannig að ég ætla að bjóða ykkur að stíga hérna aðeins til hliðar og ég ætla að renna hérna yfir. Þú mátt hins vegar bara setja, þú ert fyrstur. Þannig að þá er spurningin, þið liðsfélaginu, þú og hvað sagðirðu, Stefán. Sigfúsum. Hvaða lið eru þið að pæli að taka? Við tökum bara Red Bull held ég aftur eins og pre-seasonu, allt okkur við það. Einhver sérstök ástæða okkur þið takir Red Bull? Besta liðið bara, er það ekki eina svarið? Mikli Red Bull menn? Já, ég er allan mikil Red Bull maður, ég veit ekki alveg hvort að hann sé Mercedes eða hvort að hann sé Red Bull. Þið voruð í Mercedes? Já, fyrsta tímabilið. Já, þá við vorum fyrsta voru Alfa Romeo, sér voru við Mercedes. Já, einmitt. En það var bara því það var eina sem var eftir svo sem. Það búið held ég að skipa í lið og við tókum bara sem var eftir. Einmitt. Vonandi verður það bara mjög gott tímabil. Ég er náttúrulega búinn að spyrja þig hverjar þína væntingar eru fyrir tímabilið og fyrir lið. Þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og fá einn úr stjórninni til þess að opna Discord hjá sér og koma hérna í sófann og fá frá
bræðrunum Fluffy og Dream þar sem að þeir geta ekki verið með í streymi. Ef að einhver í stjórninni myndi nenna að standa upp úr stólunum sínum og koma hérna yfir í sófann og tylla sér og þá er Benni á leiðinni. Duglegur strákur. Hendir á sig headphoneunum hérna og opnar Discord í símanum sínum. Og hvað sér, Opna Discordið og fáum þá frá Fluffy hvaða lið þeir ætla að velja. Red Bull farið, þannig að þeir fá ekki Red Bull eins og Season 2. Spurningin er taka þeir aftur þá Ferrari. Svona þegar að Fluffy má vera að. Alltaf svarar hann, herðu, þeir bræður ætla að velja Ferrari. Það er að sjálfsögðu taka þeir Ferrari. Já. Kemur svo sem ekkert óvart. Nei, leiðilegt fyrir Jón Brynjar og ég veit að Jón Brynjar er mikill Ferrari maður. Þannig að ég ætla að þakka þeir fyrir og bjóða honum Jón Brynjar að fá sér sæti. Ásamt Leóður. Fá þá tvo hérna til mín. Sælir. Þið voru báðir í gömlu A-deildinni. Já. Ef ég man rétt, þá varst þú ekki í topp 5. Jú, Jú, ég þú er varst í rétt svona fimmta sæti. 5. Alveg rétt, já. Þannig að þið voru báðir öruggir í gegnum inn í úrvalsdeildina. Þurftið ekki að taka þátt í inntökukeppnunum. Ferrari farið, mjög svekkjandi sennilega fyrir þig. Gríðarlega. Þannig að þá er spurningin, eru þið búin að ræða saman hvaða lið þið viljið? Já, þú veist það. Hvað er varavalið ykkar? Varavalið. Já, ég gerir ráð fyrir því að Ferrari hafi verið fyrsta val. Nei, ok. Það var ekki það. Hvað er þá? Hvað lið viljið þið þá? Við ætlum að taka McLaren. Að McLaren. McLaren. Fyrir peysunni og til í að taka McLaren. Já. Það er hljóma vel og bara svona eldsnögt, þú veist, byrjum bara á þér. Hverjar eru þína væntingar fyrir tímabilið? Já, mínum væntingar er bara alltaf reynum besta að vinna og það er eiginlega bara eina væntinguna, sko. Já. Þú gerir ráð fyrir því og þú ert ekki að fara að vera í neðri 10 allavega. Nei, það er mikilvægt að mæta og klára hverju einustu keppni. Jón Brynjar, þú lendir í 3. sæti í síðasta sísoni í PlayStation. Hvar vonast þú að enda núna? Ég er að miða á topp 5. Topp 5, flott. Og eldsnögt bara yfir liðið, hvar vonist þið til að enda með liðið sjálft? Ég held að þessi raunverulegt að vera að berjast 4. og 5. 4. og 5. Já. Það verður gaman að fylgjast með því. Þakka ykkur fyrir þetta og ég ætla þá að fá pallapúður í skiptum fyrir ykkur 2. Og minna þá sem eru inn í stúdíóherbygginu að mjúta mækana meðan að menn er að taka heyrnartólun af sér og svona, því að ég heyri rosalega mikinn skruðning í heyrnartólunum hjá mér og það heyrist vel þá á streymi að það er ekki þægilegt. Takk fyrir. Blessaður. Blessaður. Heyrðu, þú lendir í öðru sæti. Já. Rétt mistir af Já, ég átti titilnum. mjög takmarkaðan sens á að ná honum í síðustu keppni og Já. komst ég ekki. Og hérna byrja á því að skamma Hinrik hérna saman. Commentatorskast fyrir í fyrstu keppni. Já, þetta tap með 0,06 sekúndum Já, út af penalty. já, og þetta var ansið skemmtilegt að lýsa þessari keppni. Við búnir að óska þér til hamingju með sigurinn og á loka metrunum síðan missir keppnina Já, á refsingu. Já, ég fekk refsingu fyrir að fara inn í pitlinn og rætt. Ég man ekki alveg hversu rætt ég fór, það byrjuð tímabils. Já, Hélt ég að væri að fara að ná þessu að koma með eitthvað 5-6 sekundur á næsta mann og svo missi ég aðeins bílinn og náði ekki að halda. og það munar engu 0,074 var það ekki. Og ég held, ef ég hefði náð þessum 25 stigum, það hefði ég náttúrulega verið 7 stigum nær Alexi. Algjörlega, og hefði kannski gefið þér aðeins meira motivation að hliðra til jafnvel og mæta í síðustu keppnina til að taka titilinn. Já, en ég var allavega með raðan hans í tímatökum, þá var ég ekki að fara að ná því, sko. Nei, þannig að vindum okkur þá í, ert þú búinn að spjalla við hann Svalasta? Já, ég og Jökull erum búin að tala saman um hvaða lið ætlum við að velja. Já. Við erum báðir grjótharðir Mercedes menn og við ætlum að taka Mercedes. Þeir eru heppnir að þeir Alex og
Stefán séu meiri Red Bull menn að Já, ég bjóst nú alveg við því að hann Alex myndi velja Red Bull. Ég var meira hrættar Fluffy og Dream hvað þeir myndi velja. Já, mér náttúrulega skilst það að þeir velja ekki út frá hvaða lið þeir aðalega styðja heldur hvernig vélinn hljómar in-game. Já. Já, menn hafa mismunandi leiðir að velja sér sín lið, en það er bara þannig. Vindum okkur þá í bara þínar væntingar fyrir tímabilið. Viltu reyna að reykja Alex í þetta skiptið og... Ég mun vinna tímabilið. Það er ekkert flóknar að það. Og liðakefni Svalasti náttúrulega var pínu inconsistent á síðasta tímabili. Vonandi kemur hann bara mjög sterkur inn, kom mjög sterkur inn í sumarkeppnir. Var ekki eins sterkur í öðrum keppnum, lendi í leiðilegum DNF-um af og til. Vonandi nær hann að koma sterkur inn núna. Bara eldsnögt, hver eru væntingarnir? Hvað eru þið að fara að slást í Liðadillinu tökum við líka. Ég held að við sem er besta liðið svona... Það er skotið fast á þá nýju Red Bull menn. Þeir eru ekki lengur bestir. Þakka fyrir þetta og ég ætla að fá þá Grím og Alligator Beam til mín. Og aftur að minna á að mjúta mækana þegar menn er að taka heyrnartólin af sér. Sælir, endilega taktu þér mikrofón. Þið vissuð ekki áður en þið mættu hérna að þið myndu vera liðsfélagar? Nei. Bara eldsnögt að segja ykkur það, þið voru síðustu tveir sem voru ekki búin að velja ykkur liðsfélaga, þannig að það var engin annar möguleiki. Ég var ekki að para ykkur randomli saman, þið voru bara síðustu tveir sem voru ekki komin við liðsfélaga. Þannig að þið eru núna fyrsta skipti að hittast sem liðsfélagar og þannig að þið eru náttúrulega ekki búin að ræða saman hvaða lið þið viljið eða neitt svoleiðis. Þannig að núna er bara spurning hvort að þið viljið ekki bara koma ykkur saman núna eldsnögt og velja ykkur lið. Ég var svona nánast búinn að ákveða hvað ég ætla að velja sko. Sérst svolítið á bólnum að hann er búinn að sko. hann er að gefa skýr merki sko. Ég var Alfa Tauri á undirbúningstímabilinu held ég. Já. Ef þú sættir við þetta þá er ég góður sko. Já, nei fyrir ekki Alfa Romeo. En ég sáttu með það sko. Sáttu með Alfa Romeo. Já. Náttúrulega eins og ég kom inn á að við erum búin að ræða hvar þú vonast til að enda. Eldsnögt frá þér, þú náttúrulega varst rosalega snöggur í B-deildinni. Bara eftir 3. og 4. keppni þá sá ég það að þú hafðir ekkert erindi þar, þú áttir að vera í A-deildinni. Hvar vonast þú eftir að enda í nýju úrvalsdeildinni? Svona top 5 kannski. Top 5? Og svona hvar haldið þið að þið munum vera að berjast í liðakeppni núna þar sem að þið vitið hver nýju liðsfélagin ykkar er? Ég stefna alltaf á toppinn sko. Mér finnst ekkert gaman að reyna að stefna eitthvað minna en það sko. Þannig að ég fyrir bara alla leið sko. Þetta er bara eins og alvöru Formúlu 1 menn, ég er bestur og það er engin betra en ég. Herru, ég ætla bara að þakka ykkur innilega fyrir og fá þá John McDreedle og Brainpower til mín. Sjonna og Pjesa. Má ég kalla þið Pjesi? Sælir. Heyrðu, þið eru núna búin að vera liðsfélagar í 3 tímabil í röð hjá okkur. Mikið rétt. Og hvað eru þið eiginlega búin að þekkjast lengi? Það eru ykkur ár. 2007 eða eitthvað, 8. Segjum það bara. Já, eitthvað svoleiðis. Það er alltaf að þið þekktust alveg vel langt áður en þið komið inn í deildina. Var það sameiginlega ákvörðun ykkur á milli að koma inn í deildina? Já. Já, eiginlega. Já. Að koma að prófa þetta. Ég náði pínan inn. Já, það var eiginlega dálítið þannig. Mikill Schumacher aðdáandi sig. Ja, sjálfsögðu. Og stóðst upp með ár og hann. Já, og þá maður eiginlega verður að spyrja þar sem hún væti hversu sárt er það að sjá Mick ströggla svona? Já, hann er ekki með alveg sama sjarma á pabbi sinn sko. Nei. En hann á færi vonandi sæti áfram hjá hans. Já, það verður fróðlegt að sjá þetta silly season sem er ennþá í gangi. Já, algjörlega. En yfir í okkar silly season. Já. Núna eru þið búin að heyra hvaða lið eru farin. Er ykkar aðalval farið? Sko, mitt aðalval var náttúrulega Ferrari. Já, sjálfsögðu. Það var tæft kannski að ná því. Já, húan segir svolítið, gefur það svolítið augaleið. Já, algjörlega. En annars erum við með backup og það er eiginlega sama sko. Það er vélinn í bílunum sem er eiginlega ráður. Já, við erum svona búin að vera að spá í því sko. Og við höfum... Ferrari mótorinn, hann er með eitthvað svona væl sem er ekki þægilegt sko. Já, all right. Já, mér finnst það allavega sko. Já. Þannig eru þið að horfa á þá
Við Taka ætlum að Alpín eða? við ætlum að taka Mercedes-vélina í Williams-bílnum. Williams ver snemma. Gamla stórveldið. Það er þannig. Þið keyrið ekki í cockpit, er það? Nei, nefnilega ekki sko. Þá myndum maður kannski sleppa því út af stýrinu sko, þessu gamla sko. Ég held að það sem ég skaut á, það er náttúrulega þið vitið ekki af því, það fór inn á bara stjórnarspjallið, nei, það fór ekki einu sinni inn á stjórnarspjallið, það fyrir inn á rás sem ég inn á rás sem að sumir stálu sér inn á, þeir sem að keyra í cockpit, Fannar og Ben, þeir verða mjög sáttu með það að Williams er farið, veit ég. Já, algjörlega. Það er flott hjá þeim að gera það sko. Já, þannig að eldsnögt, þið voruð ekki alveg í endilega titilbaráttu, en þú varst öruggur inn í úrvalsdeildina, er ég ekki að fara með það? Það varst þú, ég er að rugla saman, beðist afsökunar á því. Byrjum þá bara á, þú varst öruggur inn, en hverjar eru þá þína væntingar fyrir þetta tímabil? Sko, þetta er náttúrulega árið alveg svakalega sterkt line-up sko, þannig að ég bara, ef ég fæ stig í keppni þá held ég verið bara sáttur sko, í hverju keppni. Já. Þetta hans er flott sko. Ég náttúrulega er ekki búinn að koma inn á það, en kannski eitt sneaky podium á leiðinni. Svo lengi sem þú klára keppni? Já. Þá færðu stig? Það býtur nú við. Það er nefnilega eitthvað sem ég glemdi að fara yfir áður en við fórum í liðavalið sko. Já. En þá býður það bara betur þá til eftir liðavalið sko. Ok, spennandi. Ég mun fara aðeins betur í það á eftir. Já. En þannig að já, eitthvað nánara, hver er þínar eftirvæntingar fyrir tímabilið þér? Top 10 væri frábært. Top 10. Og þá þú þurftir að komast upp í úrvalsdeildina í gegnum inntökukeppni. Mikið rétt. Náðir vissulega, ég ætla bara að segja það án þess að segja eitthvað nánar út í það. Eftir fyrstu inntökukeppnina þá varst þú nokkuð öruggurinn. Eftir seinni inntökukeppnina þá átti engin sens að slá þér út. Bara að segja það hreint út. Þannig að núna, hver eru þínar eftirvæntingar fyrir tímabilið? Það er bara að klára alla keppni sko. Það er þannig? Já. Þannig að þú ert ekkert að setja þér eitthvað það markmið að vera í top 5 eða eitthvað, þú vilt bara consistency í gegnum tímabilið. Consistency og kannski eitt podium það væri fínt sko. Og ná honum loksins. Við náttúrulega erum ekki búin að gefa út hvernig promotion og demotion verða, sem sagt, menn færiður upp og niður á milli deilda eftir þetta tímabil. En án þess að fara eitthvað of djúpt ofan í það núna, þá svo lengi sem að menn er að klára keppnir og mæti í alla keppnir, þá ættu þeir að vera nokkuð öruggur í gegn, en vissulega skipta úrslitin líka máli. Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með ykkur og vonandi náu þið þá ágætis úrslitum. Hvar eru það að stefna á í liðakeppninni? Bara gera betur en Williams í alvörunni. Er það ekki fínt? Það er mjög gott svar. Ég stefni þá ekki niðar en 9. sæti. Það er eitthvað. Nei, kannski svona gæla við miðjuna bara eitthvað. Segjum top 5 bara. Já. Ekki fínt. Það verður erfitt en það er allt hægt. Ég þakka ykkur innilega fyrir og ég ætla að biðja hann Ben að koma aftur til mín fyrir hans eigið liðaval, ef að hann má vera að. Engin skot, bara svona íta eins og eftir manninum. Sæll aftur. Núna veit ég það að ykkar aðalval er farið. Þetta betur. Ykkar varaval er farið. Já. En þá er spurning, er ykkar þriðja val farið? Nei. En það er það bara eitthvað sem ég er að fara að draga á raskatunum með núna, sko. Við ætlum að taka Alpín. Það er þannig? Já. Af hverju Alpín? Því að Mercedes er ekki búið í rauninni bara, sko. Og jú, svo sem vissulega ein Mercedes vel eftir. Ég bara... Nei. Vil helst ekki sitja í þeim bíl, sko. Og svo líka bara hljóðið fallegar í Alpínunum heldur en að því sem er í boði. Já. Þið náttúrulega keyrið í cockpit view, báðu tveir. Já, Fannar keyrir í cockpit view og ég náttúrulega farin yfir í VR núna. Já. Þannig að það sem er tenglega að sé cockpit view bara. Já. En já, við erum alveg menn, þannig að við keyrum bara eins og þeir gera það. Það er skotið hart á aðra. Já. En talandi að þú ert náttúrulega í VR, hvernig er það? Hvernig er að fara á milli?
Til að byrja með var það svona pínu erfitt svona með bremsupunktana að gera á þessu leið sko og svona átt að sjá, þú veist, bílinn hérna því ég sé náttúrulega ekki neitt sko út af bara headrestinu sko. Þannig að en ég reynda að get stungið hausnum í gegnum bílinn, þannig að ég er með svona smá Þannig að þú getur bókstaflega snúið hausnum og litið fyrir aftan bíl. Ég get staðið þessum upp úr bílnum sko, en núna finnst mér þetta bara, ég er miklu meira nákvæmari finnst mér. Gefið betri tilfinningu fyrir því sem þú ert að gera. Já, í rauninni sko. Ég hef miklu meira tilfinningu fyrir bílnum núna að mínum mati, henta mér svona mínum drivingstyle betur sko. Bara svona eldsnögt Fannar bara svona af því sem ég hef séð af ykkur núna í hinni deildinni sem ég dróð ykkur yfir í. Já. Fannar hefur verið meira svona competitive í þeirri deild. Þegar hann mætir, já. Þegar hann mætir, vissulega. En hverjar eru þínar eftirvæntingar fyrir þetta tímabil? Fyrir þig persónulega þar að segja? Sko, ég er nú allavega að stefna að berjast í top 10 allavega svona með það að ég er öruggur með sjálfan mig núna í bílnum í VR. Já. Þannig að ég tel mig geta nú keppt við flesta í top 10 sko. Já. Kannski ekki alveg grím og þá en ekki þessar menn sem eru á einhverju annarri plánetu. Já, þeir sem eru á annarri plánetu, ég kannski sækja á það í lok tímabilsins en ég stefna allan á top 10 núna sko. Já, þegar æfingin er farin að koma almennilega í gangi þér. Já, ég myndi segja það. Ertu með einhver skilaboð frá Fannari hvert hann stefnir á þessi tímabili? Hefur eitthvað rætt við hann um það? Sko, ég er búinn að reyna að dundra á hann um skilaboð núna sinni byrjum sko, hann svarar ekki neinu, hann veit ekki einu sinni við sem að velja Alpín, Þetta verður skellur fyrir hann að sjá bara seinna. Já. En ég vísti að hann er náttúrulega frekar sterkur en eins og við eigum báðið sammeðilegt sko, það er að snúa bílum, það getur verið svolítið þegar við reynum að íta okkur aðeins of yfir strikið sko. Já. Og þá En vonandi líka lendið ekki í eins og síðasta tímabili að missa af eins mörgum keppnum og mistu af á síðasta tímabili? Já, senasta tímabili náttúrulega fór svolítið inn í sumarið sko. Já. Og þá fyrir mennum sem er að fara úr skóla í að vinna, þá er það svolítið Einmitt. Þannig að þið vonist eftir því að ná að klára tímabili almennilega og þá kom ykkur hærra á í liðakeppninni upp á að geta fengið allavega ykkar seinna val þó svo að fyrra val yrði farið. Nei, næsta tímabil þá verðum við í Mercedes, það er bara það verður þannig sko. Þá ætla ég þakka fyrir það, en ég ætla að biðja þið samt um að setja aðeins lengur og opna Discord fyrir mig aftur. Er eitthvað annað sem að og ég ætla að biðja ef að Pálmi eða Hangbliki er að fylgjast með streaminu, endilega hendið á hann Benna núna hvaða lið þið viljið. Ég ætla bara að spjalla við hann hérna í kannski 2 mínútur eða svo, þið hafið þar leiðandi þessar 2 mínútur. Já, drífið ykkur. Og síðan sparka ég honum hérna úr sófanum. Bara ef við ræðum það eins og ég kom inn á að þið eru líka í annarri deil sem ég dróð ykkur í. Já. Finnst þér eins og að það að keppa í fleiri deildum heldur en einni hjálpið þér að venjast bílnum og vera meira competitive? Það hefur hjálpað stundum en mismunandi brautir í gangi kannski. Þannig að maður er svolítið að æfa sig fyrir eina og ekki alveg Já, það hjálpar ekki mikið þegar maður er að æfa sig fyrir 2 brautir á sömu vikunni. Já, nákvæmlega sko, þá er mitt Pálmi að senda á mig. Já. Ef við förum út í það, þá ætla þeir að taka Aston Martin. Þá fer síðasta Mercedes-bílinn. Já. Þá bara nær okkar spjalla ekki lengra og þakka ég þér aftur fyrir og ætla að fá þá nýju í deildinni, þá Ice Alki og Ice Kinky. Þeir báðum að kynna sig ekki inn undir þessum nöfnum en ég gerði það samt sem áður. Can't tell me what to do. Sælir og velkomnir í deildina. Ykkar fyrsta tímabil var pre-seasonið okkar, ekki rétt? Jú. Já. Hvernig voru það að fíla það að keyra með okkur? Eiginlega, mér fannst það bara geggjað eiginlega. Já, það var bara mjög spennandi og bara glæður að vera mættir hérna með ykkur. Já. Ég man ekki, það var annar ykkar sem að sendi á mig að þið voru bara búin að vera að keyra sjálfir. Þið hafið aldrei verið í neinum öðrum deildum svona Nei. Í þessu? Nei. Nei, við byrjum bara að spila þann leik bara síðustu áramóti eða eitthvað. Já, cirka.
Já, þið hafið aldrei keyrt í Formúlu 1 leikjunum áður? Jú, við byrjuðum í bara F1 2021, leiknum sem var á undan. Þannig að bara í byrjun það var bara fyrsti leikurinn sem að þið spiliðu? Já. Mér finnst það bara mjög flott hjá okkur að þið séu þá að koma inn í úrvalsdeildina. Vissulega voru sumir sem að náðu ekki mæta í inntökukeppnina, en algjörlega. Bara það level sem að þið eru komnir á, eins og að vera að keppa þá síðan á móti eins og ég kom inn á Grímur og Alex sem að gjörsamlega rústuðu þegar við vorum með þessu skipt PC og PlayStation og ásamt því náttúrulega Fluffy og Dream eða Siggi og Axel, þeir tóku liðakeppnina mjög örugglega að þið eru að fara að keppa á móti þeim. Hvar vonist þið að klára tímabilið áður en við förum inn í liðavali sjálft? Sko, ég held að markmið okkar sé bara ekki vera síðastir. Já, ég held að. Ég held að það sé svona standardin eins og er. Top 9. Heyrðu, flott hérna vindum okkur þá í, eru þið búin að ræða saman hvaða liðið viljið? Já, erum svo sem að velja svolítið seint sko, þannig að við erum búin að gera smá listi yfir hvað. Já, þið voru með fleiri en eitt varalið sem sagt. Já, við vorum alveg 1-5 held ég sko. Ég held við höfum bara flest öll liðin sem eru boðið á listunum okkar. Þannig að það var bara að ranka hvað þið myndi vilja helst og síðan niður. Já. Við vissum svo sem alveg að við verðum ekki að fara að vera fyrst að velja sko, þannig að við þurftum alveg að svona þess að skipilega þetta. Þannig að miðað við hvaða lið eru farin, hvaða lið situr eftir sem að þið myndi vilja taka? Sko, við erum að reyna ákveða milli Haas og Alfa Tauri. Já, síðustu 2 liðin sem er eftir. Já, einmitt. Þau voru samt eiginlega númer 2 og 3 á listanum hjá okkur sko, þannig að það er alveg frekar heppilegt. Já, þannig að hvar er lendingin ykkar? Er það ekki Alfa Tauri? Jú, ég held að. Jú, ég held að við erum Alfa Tauri. Alfa Tauri. Það er þá Red Bull vél á ykkur, eða í rauninni tæknilega séð Honda vél. Núna erum við náttúrulega búin að ræða hvar þið vonist að klára tímabilið í liðakeppninni, þið vonist til að vera ekki síðastir, vera þá í 9. mögulega ofar. Byrjum á þér, hvar vonast þú að klára tímabilið í einstaklingskeppninni? Já, maður langar að stefna top 10 sko, en það er alltaf 20 drefir að reyna á þessu sko. Algjörlega. Maður getur hugsað ef maður reynir að mæta bara alltaf og þá kannski kemst maður aðeins ofar. Já. En það er svona, já, bara allavega markmið að setja top 10. Já, og förum þá yfir til þín? Já, bara sama hér sko, já, top 10 held ég að sé svona realistic expectation. Já. Ég held það. Flott verður gaman að fylgjast með ykkur, sjá hvar þið muni vera að koma út upp á móti þessum ökumennum sem eru búin að vera í deildinni hjá okkur lengi og við erum búin að fá að fylgjast með hingað til og sjá hvort að þið ná ekki að halda áfram í úrvalsdeildinni eða hvort að þið dettið þá niður í fyrstu deildina og komið ykkur síðan aftur upp. Verður bara gaman að fylgjast með því. Þakka ykkur fyrir þetta og ég ætla að fá þá Kristbjörn Leó og Magga Anders ef þeir eru hérna. Eru þeir hérna? Hvoru þeirra er hérna? Þá þarf ég ekki að fá þá til mín, þeir fá þá Haas-liðið sem er eina liðið eftir. Við erum ekki með einn hérna úr fyrstu deildinni, þannig að, já, við erum með einn úr fyrstu deildinni. Ég ætla að fá hann Begga til mín og við ætlum að fá smá spjall við hann. Ekki Begga, Saggaran. Það víst var góð melding að það væri skemmtilegra að tilkynarinn sem Saggarinn. Velkomin. Sko, þú varst ekki fyrsta val. Bara að segja þér það hreint út. Þú náttúrulega mistir af inntökukeppninni, komst ekki í hana. Þannig að það lið sem að skoraði í rauninni fleiri stig á að vera fyrsta val. En hvorur þeirra gat verið hérna, þannig að þá ert þú náttúrulega automatíli fyrsta val þar sem að þú ert eini hérna. Þannig að þú og Brynja lendið saman í liði. Já. Eru þið búin að spjalla saman hvaða lið þið viljið? Já, svona eitthvað, en ekki, sko, það var bara ekki Williams. Það var það sem hann sagði. Því að hann er í cockpit view, já. Já. En ég er McLaren maður, þannig ég held við tökum bara McLaren. Já. Bara eldsnögt eins og ég hef spurt alla aðra. Hvar vonast þú eftir að klára tímabilið? Það er náttúrulega í rauninni ný deild sem er blönduð af fyrst og fremst, flestir í fyrstu deildinni komast ekki í inntökukeppnina. Þannig að við vitum ekki alveg sko hvar þeir í rauninni eiga að standa. Þannig að bara líkt hjá þér, þú komst ekki. En hvar vonast þú eftir að klára tímabilið? Já, sko, ég hef ekki keyrt á móti neinum af þessum hverjum sem eru í þessari deild. Nema Brynjari. Já, nema Brynjari. Og já, þannig
ég býst við að við báðir myndum vera allavega á topp 10. Já. Og ég myndi stefna á topp 5. Já, góð melding. Já. Og bara svona eldsnögt yfir hvar þið vonast eftir að klára í liðakeppni. Stefna á toppinn alltaf? Já, stefna á toppinn, allavega á topp 3. Topp 3? Já. Það er flott landing. Þá ætla ég að taka ætlum að taka eldsnögga pásu og eftir það þá ætla ég að fá hann Aron aftur til mín og við ætlum aðeins að ræða hvernig liðavalið hefur lent. Verðum komnir aftur innan 5 mínútna. Við komnir aftur og við fundum hérna eitt sem var á vitlausum stað á vitlausum tíma. Já, Samuel, Redsem, Great Noob, maður veit ekki lengur hvað maður á að kalla þig. En þú ert allavega í fyrstu deildinni. Þú ert liðsfélagi hvers aftur? Má ekki sjá, Valli Páls. Já, þú og Valli Páls eru liðsfélagar, eru þið eitthvað búin að ræða saman? Já, við erum að hugsa Red Bull. Þau eru að hugsa Red Bull, flottir, þá er það, ætla ég að skrifa það hérna hjá mig þannig ég muni það. Og vona einhver bak við tjöldin sé líka að skrifa það þannig að ég á örugglega eftir að gleyma því að ég hafi skrifað það niður. En bara svona eins og ég hef spurt alla, hann náttúrulega eins og ég sagði við hann Brynjar, þetta í rauninni deild þar sem að menn náðu ekki að mæta í inntökukeppnina og voru ekki öruggir í gegnum inn í úrvalsdeild. En hvar vonast þú að klára í einstaklingskeppni? Lána topp 10. Allavega topp 10? Lána topp 10. En þú og Valli Páls, núna er ég ekki alveg klár á því hvar þið kláruð tímabilið síðast. Manst þú það sjálfur? Nei, ég man það ekki sjálfur. Ekkert að fylgjast þannig með því. En hvar vonist þið eftir að klára í liðakeppni? Kannski svona topp 5 kannski. Topp 5, það er góð stefna. Náttúrulega náum ekki að ræða við alla en miðað við hvernig það var rætt við úr úrvalsdeildinni þá stefna allir á topp 5 ef ekki bara á toppinn. Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með því. Það verður bara að vera í topp 5. Algjörlega. Herðu, ég ætla bara að þakka þér innilega fyrir Samuel og bara sjáum þig á brautinni. Og ræða við þig Aron. Yes. Núna erum við búin að fá að vita hvaða lið menn er að fara í úrvalsdeildinni. Deildinni sem að þið eru að fara að streyma. Mikið rétt. Núna náttúrulega ég ætla að byrja á því að fara aðeins yfir kalendri áður en við förum að ræða það. Og við ætlum að fá það hérna upp á skjáinn. 3, 2, 1. Þarna kom það. Hérna erum við semst með tímabilið okkar og við ætlum að byrja bara á þessu ekki beint klassík en nýja upphafsbrautin á Formúlu 1 tímabilinu alltaf er Bahrein. Þannig að við ætlum að byrja þar eins og á síðasta tímabili. Vistu það? Þetta er bara 13. október, þetta er bara renn í garði, eða hvað maður segir. Já, þetta er bara alveg að gerast. En við ætlum að setja það bara á Hinrik núna. Það er bannað að óska mönnum til hamingju með sigurinn. Fyrir að þetta er búið. Já, Þannig við að- skulum reyna að halda sem minnst með einhverjum að ykkur þetta tímabili. Við skulum reyna, en ég lofa engu, sko. Mér til dæmis fannst rosalega gaman að heyra kjaftin að balla púður á hann. Hann ætlaði bara að sér að rústa þessari deild og vera undan Algjörlega. öllum. Þannig að ég eiginlega held með honum út af því. Sorry, Balli, en Þetta er líka þú gerir þetta sjálfur. Þetta er það sem maður vill vera að sjá, sko. Já, að menn sé að koma, þú veist, ég ætla að vinna þetta. Já, sjálfsögðu, Að bara að menn séu með hvað maður, sjálfsöryggið, sjálfstraustið í það. Í botni, sko. Já, þú veist, ég er bestur, ég ætla að vinna þetta. Já, þannig eru þeir allir, alveg sem á þessu síðasta sæti. Þeir eru svona mæta keppni eftir keppni, alveg bara eins og þau sé að fara að sigra þessa keppni. Nákvæmlega. Allan að líta þannig út í framan, en ég sé aldrei Formúlu 1 ökumann sem er alveg niður brotinn. Það er aldrei. Nei. Og enginn hér heldur. Nei, það er bara, þú veist. En vindum okkur aðeins yfir, við ætlum að dagatalið er sett upp þannig að við fáum svona svolítið tæknilega erfiða brautir, síðan hraðabrautir og síðan tæknilega erfið braut og svona svolítið til skiptist. Já, það er svona pælingar bak við þetta. Já, þannig að sko við byrjum á Bahrein, það er bara, þú veist, það er bara uppáhaldsbrautin, síðan förum við yfir í Mexíkó og ég ætla að biðja einhvern að loka hurðinni, síðan ætlum við að fara yfir í, sem sagt, hollensku brautina Sandvort, ekki eitthvað brjálæslega hröð braut en mjög tæknísk.
það eru eins og með beygju 5 á þeirri braut, það eru mjög margar línur sem þú getur tekið. Ef þú notar racing line in-game þá segir hún þér í rauninni að taka þrengstu línuna þar í gegn, en það er ekkert alltaf besta leiðin og ekkert alltaf sneggsta leiðin. Þú getur tekið hana víða og nota af því að það er svo mikið banking í henni. Já. Þannig að þú veist, þetta er svolítið tæknileg braut, síðan kemur sem sagt bandaríska, þetta er Miami. Miami, nýja brautin. Alveg rétt. Það eru 2 mjög hraði kaflar á henni, en hún er líka rosalega teknísk. Það er 3 beygjur í röð þar sem þú ert bara þú ferð ekkert yfir annan gír. Þú veist, þetta er mjög svona blönduð braut. Okay. Síðan ætlum við að henda okkur í braut sem var að koma inn í leikinn, sem er í Kína. Við vorum að horfa á í alvörunni í dag, eða ekki? Nei, það var í Singapúr. Það verður seinna á tímabili. En Kína er ný braut í leiknum sem var í gömlu leikinum alltaf. Þessi braut er búin að vera lengi í formúlunni, þannig að sjálfsögðu þegar hún datt inn að sjálfsögðu tóku það inn. Síðan erum við með braut sem við erum ekki einu sinni vissi hvort að við verðum með. Við vildum hafa Hockenheim inni. Já. En það er ekki viss hvort hún komi inn í leikin. Það er ekki örugt. Það er ekki örugt, sko. Og ef hún kemur, þá er ekki einu sinni örugt að hún verði komin fyrir 5. janúar. Þannig að vonandi verður hún, mögulega erum við að fara að taka aðra braut. Ok, þá verður þau bara skipt út einhvers staðar hérna eða? Já, við erum með varabrautir. Ég þori ekki alveg að fara með það, ég held að Frakkland sé varabrautin þarna, en ég er ekki alveg 100% staði. Síðan förum við í Bretland, Silverstone, síðan í Belgíu, bara einn mest klassíska braut í Formúlu 1. Mikael Schumacher keyrir aftan á Coulthard þegar hann er að reyna að hringa hann. Þetta er bara ángríns, bara einn besta braut sem ég man eftir. Ég held að, var það ekki Coulthard sem hann keyrði aftan á? Það er einhverja staðfestaða fyrir mig, kinka kolli, segja nei. Jú, ég segi þumal þarna. Já, ok, cool. Ég mundi rétt. En síðan, sem sagt, förum við yfir á Kota sem er náttúrulega hardcore braut. Þetta er rosalega góð braut. Hún er sett upp til að svolítið emulata svo marga mismunandi brautir. S-sektorinn, þetta er í rauninni bara copy-paste af Suzuka. Hraðikablinn eins og bara svipað eins og Camel Straight á Spa. Þú veist, þetta er mjög blöndu braut. Hraðir, sektorar, tæknísk S-beygjur, rosalega trikki í að taka í bleitu. En sumir eru rosalega góður í henni í bleitu ef að menn æfa sig í bleitu. En sko, það er svo sjaldan bleita hjá okkur. Að myndur þú taka sénsinn að æfa í bleitu? Það er eftir kannski mikið tími ég hefði, sko. Ef ég hefði mikið tíma þá myndi ég kannski fara í það, en annars ekki, nei, annars tekur maður ekki sénsinn. Sko, eins og hérna, við erum með 2 vikur á milli þessara keppna. En sko, ef að menn myndu fá þessa 5. janúar, þá myndu þeir hafa frá 8. desember til að æfa sig fyrir þessa keppni. Þannig að það er ansi mikil tími til þess. Það er rosalegu tími. Þannig að, síðan förum við yfir í braut sem að ég er svona 20% vissum að einhverju muni hætta í deildinni fyrir. Við ákveðum að taka inn Monaco. Þetta var hún lendi í 1. sæti í kosningu hjá keppendum. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis, sko. Þetta er ekki braut sem að stjórnin valdi, þannig að bara svona, ég ætla að afsaka það akkurat núna. Þetta er ykkur að kenna? Þetta er ykkur að kenna, ekki mér. Það var hins vegar umræða hjá stjórninni hvort við ættum að leyfa þessa braut eða ekki. Á endanum þá komumst við að þeirri meldingu keppendur völdu þetta, að sjálfsögðu gefum við keppendum það sem að við völdu. Fyrir mér er þetta líka bara mjög skemmtilegt því það er alltaf gaman að horfa á keppnir þarna. Það er alltaf gaman að horfa á keppnir, sko. Ég veit ekki með að taka þátt í þeim, en að horfa þær er mjög gaman. Það er alltaf, sko. Þess vegna einmitt líka, þú veist, þegar maður hugsa út í það. Ég er meira í því að lýsa heldur en að keyra sjálfur núna. Ég hef lýst svolítið með ykkur í keppnum og svona. Já, vonandi heldur því áfram. Já, alveg 100%, enda líka, ég var rosalega frekur með hvenær úrvalsdeilda kappaksturinnar yrðu, þannig að ég yrði alveg 100% í frí. Já, mjög gott. Þannig að þú veist, ég hugsaði, Monaco, það er svo gaman að horfa á það, af því að það getur allt gerst. Algjörlega. Og þannig eru Monaco svona braut þar sem að fyrstu 3 fara í klessu, sko. Já, það er líka bara fyrsta beygja, fyrsta hring, þú bara, þú veist, annarkvort ertu í öðru sæti og ertu að fara að vinna í fyrstu beygju á fyrsta hring, eða þá þú ert að fara að vera í öðru sæti þannig til að pitstopping koma. Já. Það er ekki flóknara. Nei, þetta er mjög erfið braut og komast fram úr þarna verður. Já, þannig að þetta mun sýna, þetta er bara tækni. Og þetta mun sýna hversu mikið menn er að leggja í æfingar, hversu mikið menn eru tilbúinu til þess að
bæta sig og bara strategíupælingar algjörlega það verður mjög og ef við fáum changeable conditions þar sem við erum að fara úr þurrt yfir í blautt eða blautt yfir í þurrt það mun hrista svo rosalega upp í hverjir stoppa fyrst, hverjir stoppa of snemma og hverjir stoppa jafnvel of seint þannig að þetta verður, ég held að þetta verður svolítið mikið, þú veist, fylgist með annan mars, þetta verður eitthvað sko en síðan aftur erum við með braut sem við erum ekki viss hvort að við verðum með við vildum hafa hann inni, Nürburgring það er ekki skotelt heldur það er ekki heldur skotelt hún er þetta ekki í leiknum núna hún er ekki í leiknum núna það var einhver leki sem að sagði að þessa brauti myndi vera að koma en síðan kom eitthvað að það myndi ekki vera að koma en áður en að það koma það myndi ekki vera að koma þá vorum við búin að setja á kalendarið sko. er ekki lengur keyrt á þessari braut í alvörunni? Nei. Nürburgring? Nei. GP? Það er búið? Í GP, jú, en ekki í formúlunni sko. Þess vegna er hún ekki í formúluleiknum sko. Það er nefnilega málið sko. Þeir eru aðalega bara með það í brauti sem er keyrt síðasta tímabili í rauninni sko. Það er nefnilega málið sko. Já. En vonandi verðum við komnir með þessa braut og vonandi fáum við að keyra hana en ég held, aftur, ég ætla ekki að fara með það en ég held að Imola sé varabrautin þarna. Þannig að ef við fáum ekki Nürburgring þá fáum við allavega eina hraða á milli Monaco og svo annara gautabrautar sem er þá Singapore sem við sáum í dag og var alveg sko það var rosalegt að fylgjast með þeirri keppni. Sástu keppnina? Já, hluta til, ég náði ekki að sjá hana alls ekki. Þetta var já, vægast sagt eitthvað annað að horfa. Það var mikið sem gerðist allavega. Ég náði að sjá stigatöfluna mjög oft yfir keppnina og hún var alltaf að breytast þessi stigatöfla sko. Já, og hvað, það voru 6 bílar sem hættu keppni eða eitthvað líka. Það voru rosalega margir sem hættu keppni. Já, mjög margir. Og bara svona, já, vel einir sko að gera einhver klúður. Þetta var ekki endilega einhverja að lenda saman í einhverja áreistar. Þetta var bara menn voru bara að gera klúður sko. En eigum við að ræða Singapore pre-season hjá okkur. Síðasti hringur, eftir síðustu beygju, Foo Supreme. Já, það var rosalegt að sjá það. Það var rosalegt. Ég er að leita á honum hérna að sjá svipin á honum sko. Ég er ekki með replay af þessu sko. Já, enda líka sko, 5 mínútum eftir keppni þá sendir hann mig skilaboð það aftengdist pétalar eða stýrið eða eitthvað já, það var eitthvað svo leið sem að gerðist sko já, og þetta var líka sko, bara að fá að lýsa þessari keppni það gerðist allt sem að gat hafa gerst þetta var bara mikill heiður að fá að lýsa þessu stórkostleg keppni og stórkostlegur endir á þessu tímabili sko. Algjörlega, þannig að þetta var yndisleg braut að sjálfsögur hún aftur henni bara að koma ekkert annan til greina þannig að já, og síðan fáum við sem sagt 2 brautir aftur sem við erum ekki vissir að við fáum. Fyrri er sem sagt Sepang International Circuit í Malaysia, Malaysian GP. Þetta er svolítið klassísk braut, hafði verið í formúlunni áður, vonandi er hún að koma aftur inn í leikinn. Ég hef aldrei heyrt þetta nafn. Sko. Aldrei? En já, allavega, vonandi fáum hana, mögulega ekki. Síðan kemur ein af mínum uppáhaldsbrautum hefur verið keyrð að ég held bara einu sinni í formúlunni nema einhver vilji leiðrétta mér núna engin, nei, ok engin leiðréttinga ok, flott hún hefur bara verið keyrð einu sinni í formúlunni greinilega Mugello semast á Ítalíu þetta er í rauninni testbraut Ferrari held ég eða hvort að þeir bara eigi brautina ég veit ekki alveg hvernig það er allir sem hafa komið í GT-akademíuna vita nákvæmlega hvað braut er því að við erum alltaf á henni sko. Já, þetta hefur bara við hefum aldrei fengið hann í formúlu 1 leikin sko. En þetta bara, það að horfa á Formúlu 1 kappakstörinn fyrir, hvað held ég, 2 árum, þú veist, þetta var í rauninni sett inn sem aukabraut út af, það voru svo margar cancelar út af COVID og það var svo ofbóðslega gaman að fylgjast með þessu, af því að, þú veist, eins og bara núna í Singapore núna áðan, það gerðist allt sem að gat hafa gerst, þannig að þú veist, að sjálfsögðu leið og ég heyrði það, þessi braut var að fara að koma inn í leikinn, þá var ég bara, þessi braut er að fara á dagatali hjá. Þetta er bara skemmtileg braut, það er mikið pláss á henni og svona, já, og það er líka bara, þú veist, vegginir eru ekki alveg upp við þig, þannig að þú hefur smá room for error. Já, alveg mikið jável bara. Já, en það er samt gras alls þar, þannig að þú veist, og stundum malagrifjur. Þannig að þú veist, ef þú ferð út fyrir braut, þá ert að fara að tapa tíma. Já, gríðarlega. Þetta hefur alltaf verið skemmtileg braut þegar við erum að horfa á kappakstrar þarna, því að, eins og segið, það er nóg pláss þarna og það er engin beygja sem er einhvern veginn svona, hvað ég segja, þú bremsar ekkert endilega bara setna eftir einhverjum og stingur, hún er svona mikið að hröðum beygjum, það er það sem ég reyna að segja hérna. Algjörlega, sko. Þannig að, mér hlakka til að sjá þessu braut, mér hlakka mikið til að sjá þetta. Ég ætla
bara segja hreint út, ég man ekki hvaða brautir eiga að vera að vara ef þær verða ekki komnar, vonandi verða þær bara komnar, bara hreint út. Mugello og Nürburgring og Hockenheim, það kemur óvart, ég held að Hockenheim væri bara búin að vera í öllum formúluleikjum alltaf, ég held að það væri Hockenheim var mjög lengi í formúlunni, ég held bara samningurum við brautina hafi bara runnið út, held að það hafi verið bara eitthvað þannig, en síðan erum við að fara að taka klassíska lokabraut, var lokabraut í formúlunni í mjög langan tíma, Brasilia. Það verður lokabrautin okkar aftur líkt og á season 2. Já, eins og glöggir muna, þá is that Timo Glock going slow. Þannig fór þá titill. En alltaf gaman að keyra þessa braut. Klikkar ekki. Ég keyrði hana hjá ykkur í iRacing. Akkurat. Rosalega erfið í V12 bílnum í iRacing með þessum load cell pedalum og allt, en virkilega skemmtileg braut. Já, þetta er ein af mínum uppáhaldsbrautum og við keyrum þessa braut í okkar deildum bara alltaf. Allavega einu sinni. Þetta er rosalega hröð braut með hröðum beygjum. Það eru fyrstu S-in eru svona Þau eru trikki. Það er ekkert auðvelt að fara í gegnum þessar beygjur. Þú ert samt ekki að fara eitthvað sérstaklega hægt í þeim, sko. Alls ekki, nei. Sérstaklega ekki á þessum formúlubílum, skiljum. Og það er erfitt bara að ná þessari réttu línu í gegnum fyrsta kaflan. Það er mjög erfitt. Sko. Ef þú ferð aðeins svo vítt í, missir af chicaninu á fyrstu beygju, þá ertu þú ert búin að missa beygju. Já, þú ert búin að klúra þessari beygju algjörlega. Þú verður að ná fyrsta og svo getur þú ert búin að ná fyrsta, þá getur þú svo auðvitað að klúra næsta chicane eða næsta apex fyrir því. Og þá ertu alveg búin að klúra þessu líka, sko. Þannig að þessi 2 punktarna sem maður getur verið og tapað bara alveg sekundu á þessu klúri, sko. Nákvæmlega. Þannig að þetta er eins og ég segi, þetta er hröðbraut, getur verið trikki, en virkilega gaman að keyra og virkilega gaman að fylgjast með. Það er einhvern veginn alltaf eitthvað að gerast í Brasilíu. Það er bara það klikkar ekki. Það klikkar ekki. Þar sem að sumir menn eru sennilega að bíða eftir því að ég lag hérna smá upplýsingum varðandi stigagjafa breytinguna, þá langar mér aðeins að ræða það. Við erum semst að breyta stigagjöfinni hjá okkur. Og í staðin fyrir að vera með þessa klassísku stigagjöf sem að Formúla 1 fylgir, sem er semst 25 stig fyrir fyrsta sæti, 18 stig fyrir annað sæti, 15 fyrir þriðja og þannig, þá er semst í rauninni stigakerfið okkar að fara að vera það sama pluss 10, sem að þýðir þá einfaldlega að fyrsta sæti fær 35 stig, annað sætið 28 og svo framvegis. Og þetta erum við að fara að gera. Ég var búin að útskýra þetta á streymi áður, en menn eru greinilega bara búin að gleyma því. En þetta mun gefa okkur það að við munum geta séð betur hvernig botmenn sem eru jafnvel aldrei búin að ná að klára í topp 10 er að standa sig. Þannig að segjum svo 20. sæti fær alltaf 1 stig, 19. sæti fær 2, 18. 3 og svo framvegis. 10. sæti fær sérst 11 stig í staðan fyrir 1 eftir gamla stigakerfinu. En segjum svo, við erum náttúrulega, úrvalsdeildin er rosalega sterk. Það er bara þannig, Grímur, Fluffy, Dream, Fusu, þetta eru virkilega góður ökumenn. Þessi nýju, við vitum ekki ennþá alveg hvernig þeir munu vera að bera sig saman miðað við þá. Vonandi náttúrulega erum við að fara að sjá bara hörkukeppni yfir allt griddið. En realistically þá erum við sennilega að fara að horfa á Grím og Fusu og vera bara að slá sem titilin. Bara svona, ef maður horfir á ef maður horfir á niðurstöður síðasta tímabils, þá já. En segjum svo að nýju strákarnir ná aldrei í topp 10 í neinni keppni, þá sjáum við samt hvernig þeir eru að standa sig. Þannig að, og þar sem við erum að fara, menn eru að fara að detta niður deildir og koma upp deildir og svona í tímabilum sem eiga enn eftir að koma, þá munum við sjá betur hverjir eru við það að detta niður deild, hversu mörg stig þeim vantar til að tryggja sér upp í að halda áfram í úrvalsdeildinni. Sem að í rauninni þýðir að ef þú klárar alltaf í 18. sæti, þá getur þú verið að fara að detta niður deild. En ef þú nærið einu sinni upp í 12. sæti, þá sjáum við hversu mörg stig þú ert að hoppa, eða semst fá inn og hversu langt þú ert að hoppa. Já, mér skil ég. Þannig að þetta mun svona gefa okkur skýrari sýn á þetta án þess, þú veist, í rauninni þá er það sama að gerast þó svo þú sért ekki með þó svo þú sért með klassíska stigakerfi, nema þá sjáum við alltaf bara 0. Já, akkurat. Þú veist, þá er bara hver náði bestu úrslitunum án þess að komast upp í topp 10 sem er þá fyrir ofan. En þarna mun þetta vera aðeins meiri slagur ef þú ert consistently í 12. sæti, en sá sem er alltaf í 19. nær einu sinni 11. hann myndi hoppa yfir því, þó svo að þú sért alltaf í 12. sæti, skilju. Já. Þannig að þetta mun gefa okkur skýrari mynd af því. En ég held að það verði þá bara topp 3 úr fyrstu deild sem að muni vera að koma upp í úrvalsdeildina á næsta tímabili, semst á season 4 hjá okkur,
og þar alveg 3 detta niður úr úrvalsdeildinni. Þannig eins og ég segi, þá 18., 19. og 20. sæti. Það gæti verið að það myndi detta fleiri niður ef að fyrsta deildin bara það rosalega hörð. Þannig að við gætum verið að sjá meiri hrókeringar, við gætum verið að sjá bara svona ágætlega slakar hrókeringar. Þetta ekki alveg niðurnelt? Þetta ekki alveg niðurnelt, við þurfum bara aðeins að sjá hvernig tímabilið þróast. Þetta nýtt format sem við verðum að fylgja, þannig að ég þóri ekki alveg að fara með hvernig þetta mun fara alveg. En ætlum þá aðeins að ræða liðavalið. Var eitthvað sem kom þér á óvart í liðavalinu? Nei, það gerði það, jú, kom mér á óvart að vera leiðilegt hljóð í Ferrarinum. Það var svona ég vissi ekki að það væri leiðilegt hljóð í honum. Nei. Það er hugmynd. En, Nei, annars ekki neitt. Ég svo sem ég segi, ég hef ekki haft mikla skoðun að í hvað liðum þessi menn eiga að vera eða neitt svoleið, sko. Nei. Ég mest hef bara gaman að því að sjá ykkur keppa, það er aðalatriðið. Já, ef að við, Fluffy og Dream náttúrulega unnu PSG liðakeppnina á síðasta tímabili, taka Ferrari núna, voru í Red Bull. Hvernig heldur það muni vera að fylgjast núna með, sko, núna náttúrulega Alligator Beam, hann var í B-deildinni á síðasta tímabili. B-deild PSG? Já, og hann var alltaf góður í rauninni þar, eins og ég sagði hreint útsagt við hann, þú veist, hann átti í rauninni ekkert heima í B-deildinni, hann átti alltaf að vera í A-deildinni, með hvað hann var snöggur. Þannig að það verður svolítið fróðlegt að sjá, þú veist, eru þeir, Grímur og Alligator að fara að vera að taka titilinn, mun Fuso Primo og Sick Fusion vera að taka titilinn, eða mun Fluffy og Dream taka titilinn aftur. Það er náttúrulega líka Fannar og Ben mistu á nokkrum keppnum, áttu alveg góðan séns á að vinna liðakeppnina, en mistu bara á nokkrum keppnum og áttu þar alveg ekki séns í það lengur. Þannig að það verður svolítið fróðlegt að fylgjast með hvernig það verður. En svona aðeins að fara yfir sem sagt svona breytingar á liðsfélögum. Fuso Primo og Sick Fusion náttúrulega liðsfélagar síðasta tímabil. Já. Fluffy og Dream, bræður, ennþá liðsfélagar, voru liðsfélagar. Jón Brynjar og Leóar, þeir voru held ég ekki liðsfélagar á síðasta tímabili, nema ég fái eitthvað nei eða já hérna úr salnum. Nei, þeir voru ekki liðsfélagar á síðasta tímabili. Það kom hristingur á haus fyrir aftan myndavél sem ég sá valla. Þannig að það kom. Palli Púður og Svalasti. Það er Svalasti sem ég var að tala um áðan, sem var í PlayStation-deildri, færði sig yfir í PC og núna stakkur hann aftur yfir í þar sem við náttúrulega blöndum deildunum. Þá er hann að stökkva aftur yfir í það að vera með PlayStation-liðsfélag aftur með sér. Mér finnst þetta alveg æðislegt, þetta crossplay. Það er algjör. Þetta gerir þetta svo mikið skemmtilega. Ég held að þessi úrvalsdeild eftir að vera alveg geðveikt skemmtilega að horfa. Það var fullt af mjög góðum bílstjórum í A-deildinni síðast og þetta núna bara rjóminn af þessum A-deildum komin yfir í úrvalsdeildina góðu. Algjörlega. Mér finnst þetta svo spennandi, sko. Þetta verður algjör snill, sko. En litla skoðun hef ég nú á þessum liðum sem þið voru að velja ykkur, eins og ég segi, mér gæti ekki verið meira saman, ég er bara gaman að horfa á okkur keppa, sko. Já, Grímur og Alligator, nýja liðsfélagar, Alligator, eins og ég sagði, þú veist, hann var í B-deildinni. Þeir vissu ekki af því áður en þeir mættu hérna í stúdíói að þeir myndu vera liðsfélagar. Þeir voru bara einu sem voru ekki búin að para sig saman. Þannig að það var bara þurft að gerast. Já. En það bara býst ég við góðu liði þar. Já, eins og ég sagði, þú veist, Alligator Beam átti ekkert heima í B-deildinni. Þú vonandi verður hann bara mjög competitive þarna. Jón Brynjar og Leo Örn. Það verður gott heimi, sko. Já, sko, Jón Brynjar Jón Brynjar er the definition of consistency, sko. Já. Hefur bara verið frá season 1, þá hefur hann bara verið consistent í gegnum allt saman, sko. Já, en ef þú tala við hann, þá kemur það þér ekkert óvart. Hann er bara mjög consistent, gaur. En, sko, hann á metið yfir flesta keppnir sem hann fær stig í röð. Hann og Konni voru jafnir frá fyrsta tímabili, síðan misti Konni bílinn í alveg rétt, já. Ungverjalandi. Það var svoleiðis. Já, sem við vorum að lýsa saman. Og þar misti Konni. Já, en Jón Brynjar hélt þar áfram og ég man ekki hvaða var nú marga keppni sem hann endaði á að taka þar sem hann skoraði stig. En náttúrulega með 9 stigagjöfinni þá var rauninni allir að fara að taka það met af honum. Þar sem hann er bara allir að fara að fá stig. En John McTreadle og Brainpower. Já, náttúrulega búin að vera liðsfélagar eins og ég segði hérna frá bara fyrsta tímabili.
virkilega flottir, búinir að vera bara mjög konsistent. Ég held að Brainpower hafi verið bara einhverjum örfám stigum frá því að vera örugur inn í úrvalsdeildina, sko. Það munaði ekki miklu að þeir hefðu báðir verið örugir inn. En samt, sko, ef að Brainpower hefði verið örugur inn, þá hann hent liðsfélagin sínum út. Þannig að, þú veist, þeir voru 5. og 7. eða eitthvað álíka. Þannig að, þú veist, það munaði ekki miklu, þú veist, hvor þeirra yrði örugur inn í úrvalsdeildina. Nei, ég skil. En, þú veist, það að vera í 5. og 7. sæti á móti þessum gæjum sem að, þú veist, eins og ég nefni, þú veist, Grím, Fluffy, Dream, þú veist, öllum þessum gæjum, bara virkilega flott og það að ná að vera örugur inn í úrvalsdeildina, virkilega flott í þeim, sko. Þannig að, já, Hagbliki, skiptinu liðsfélaga var liðsfélagi Gríms. Og Pálmi Freyr, þeir eru, á hvað bílar eru þeir að fara að eða fyrir hvað lið? Stendur það á einhverjum öðrum miðum? Það er á öðrum miða þetta. Ég með allt og mikið af miðum, sko. Já, það vil gerast, sko. Já, býtu, hérna það. Hann er eitt góð. Þeir eru í Aston Martin. Aston Martin, maður. Það verður græna þruman á þá. Græna þruman. Það er ekkert annað betra að segja en græna þruman. Já, eins og ég segi, þú veist, Hagbliki náttúrulega var liðsfélagi Gríms. Þeir voru mjög nálægt í að ná að taka titilinn á síðasta tímabili og verður bara fróðlegt að fylgjast með og sjá hvernig þeir fungera saman síðan, sko. Já. Ice Kingi, lítið hægt að segja um þá, við vitum ekki mikið um þá ennþá, en bara virkilega spennandi að sjá. Þeir skoruðu fleiri stig heldur en Kristbjörn Leó og Maggi Anders í inntökukefnanum, sem er ástæðan okkur þeir eru fyrir ofan þá í vali. Og sko, þeir eru ekki eina liðið sem að, þeir eru næst hæstir úr inntökukefnunum sem eru báðir liðsfélagar nýir inn í deildina. Eða inn í úrval, sem að koma inn í úrvalsdeildina. Hagbliki og Grímur, Hagbliki og Pálmi, þeir voru náttúrulega í A-deildinni í fyrra á síðasta tímabili, ekki örugir inn, en skoruðu aðeins fleiri stig heldur en þeir. Munaði einhverjum 5 eða 6 stigum, sko, þú veist, það munaði engu á milli þeirra, sko. Hagbliki náttúrulega búin að vera lengi, þú veist, eins og ég sagði, hann var liðsfélagi Gríms, það er ekkert grín að vera liðsfélagi hans og að ná að hjálpa honum að vera næstum búin að ná titlinum, sko. Þú veist, þeir voru líka bara fyrsta annað í smá tíma, sko. Þannig að það er bara virkilega flottur ökumaður þar. Þannig að erfitt að fara, sko, tala niður þessa nýju gæja, sko, á móti Hagblika, sko. Hann er nefnilega drullu snöggur, sko. Já. En síðan bara Kristbjörn Leó og Maggi Anders, ég veit rosalega lítið um þá. Þeir eru úr PlayStation-deildinni. Þannig að, sko, ég bara hreint út sagt veit lítið um þá, verður fróðlegt að sjá hvar þeir koma út, en því miður hvorugur þeirra hjá okkur í dag. Þetta átti ekki að hljóma eins illa og þetta hljómaði, en hérna, það er sem sagt hvorugur þeirra gat mætt í stúdíu. Já, það er svo leiðis. Þannig að hafa þetta hljóma betur heldur en það, sko. Það eitt hljómaði eitthvað aðeins, svona meira extreme. Aðeins ekki á réttum nótunum, sko. Þannig að, en hérna, ég ætla að biðja að fá dagatalið aðeins aftur upp hérna á skjáin hjá okkur. Hvaða braut ert þú spenntastur að sjá? Sko, ég er eiginlega hérna í Interlagosinu, af því ég hef bara alltaf haft svo opaslega gaman að Interlagos. Já. Og þannig að ég er svona eiginlega spenntastur fyrir því, en jú, svo er Kota náttúrulega. Ég allan sjálfur hef verið að keppa á Kota svolítið í iRacing. Já. Og hérna hef gert alveg stórkostlega gott klúðurar til þeim líka. Og hann var að keppa hérna Ísland á móti Danmörk eða eitthvað svoleiðis. Ísland eða þetta var einhver vikingakeppni, Norðurlandamótin eitthvað að keppa saman. Já. Og ég kom inn í pit, fór fram hjá pitkallinu mínum, skellti bara í bakkir og ætlaði að bakka inn í pittinum. Það er heldur betur ólöglegt. Þannig að ég hef disqualified og ég var búinn að vera í 5 mínútur í keppninni eða eitthvað. Þannig að ég er farin heim, þetta átti að vera 3 tíma keppnin og þólægstur. En það farið bara. Þólið ekki mikið þarna? Nei, þetta var alveg búið, sko. Þetta var ræðilegt. Við höfum búin að vera að vinna allt og mikið. Svo ætti ég að hendi okkur í einhvern kappakstur og ég klúraði þessu svona royal í maður. Við höfum búin að keyra nokkra hringi. Þurfti að vera í pitt út af einhverju refsingu, þannig að þetta var allt svona, sko, þetta var ekki gott. Þannig að Kota, mér hlakka líka svolítið til að sjá hana, af því mér finnst hún svo erfið, þú veist, mér finnst bara mjög erfitt að keyra þessa braut. Það eru bara margir kaplar, ég átti einu svona geggjaðan kappastur þarna í Project Cars þegar við vorum að keppa í 2019 held ég að verið. Já. Það var niður í Akademíu, það var alveg bara æðislegur kappastur þarna. Þá er ég með annan gaur utan í mér bara allan tíman, bara í 30 mínútur stanslaust, hann hætti ekkert utan í mér, þannig ég held ég ætla að kjósa Kota. Ég held að ég sé mest spenntur fyrir að sjá það, því að ég býst bara við því að þetta verði
einhver svakaleg barátta sko. Síðast spenntur fyrir Monaco en miklu spenntari fyrir einhverja sem ég veit að verður ekki áreikstur sko. Já, sko Kóta á síðasta tímabili var fróðleg. Ég sá hann ekki hjá Písa-deildinni. Nei, sko ég kerði hana í B-deildinni. Ég man ekki hvernig hún fór í A-deildinni. En fyrir þá sem að fylgdust með streymunum okkar þá held ég að hafi verið hann Ben sem að streymdi því í bara frá sínu POV. Já. En fyrir þá sem að virkilega fylgdust með streymu úr B-deildinni þá heyrist ég ekki mjög sáttur í Kóta. Það alveg sko vægast sagt, þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Já, ég held að Kóta sé góð sko. En vonandi fáum við allar þessar brautir sem við erum með hérna inni sem er sem sagt á Hockenheim, Nürburgring, Malaysia, Mugello, veit ekki alveg hvað maður á að segja, hvernig maður á að segja þetta. Ekki ítalskur. Mugello, já. Ég er alltaf að horfa á Nazca á YouTube, hann segir Mugello. Komið ítalskun á hreint á það. Já, Nazca sko, hann er alltaf að kenna manni. Já, þannig að þetta verður spennandi tímabil. Ég hef svo sem... Ég sé að ég komið hérna. Við erum komin með sponsor. Bing. Rétt brautun. Já, það er sem sagt. Glæsilegt. Sjáum við það. Gott zoom. Það er sem sagt, ég fór út og fór að reyna að finna sponsor. Já. Og að sjálfsögðu sem sagt ræddi yfir stjórnina og það kom frá einum stjórnarmeðlimi að hann þekkti til á sprautverkstæði í Keflavík. Ég náttúrulega spurði, já, ok, hvað sprautverkstæði er það? Og hann nefndi hann eitt sprautverkstæði og nefndi síðan að hann þekkti til líka á réttsprautun. Ég bara, já, ok, hvern þekkir þú þar? Og þetta breytist yfir í mjög íslenskt dæmi, mjög hratt þar. Þá sagði hann að hann þekkti alla þarna eigenduna þarna og ég bara, já, ok, þá þekkir þú sagði stjúpappa minn. En það sem sagt stjúpappa minn er einn af eigendunum hjá réttsprautun. Þannig að ég auðvitað rölti þangað yfir. Mér langar í pening. Svona næstu því. En ég fekk þá semst til að koma inn sem byggarsponsor fyrir okkur. Þannig að þeir munu leggja út fyrir byggurum og það. Þannig að við fáum að koma inn aftur að rýna stúdíóið og veita byggar eftir tímabilið. Það er vonandi það sem við erum að fara að gera hérna eftir tímabilið. Það væri gaman. Ég ætla líka að reyna að fara og ná í skammarverðlun fyrir Hinrik, fyrir síðasta tímabil. Fyrir Commentators of the Season. Það Palli, ætla þú að veita hann þau? Það er í plönunum að Palli kemur hérna inn á svið og veitir þau verðlaun sko. Okay. Þannig að, já, það verður eitthvað. Vonandi. Þá verðum við með endursýningu að þessu. Vonandi verða engin önnur skammaverðlaun heldur en það. Já, vonandi ekki. En aldrei segja aldrei. Aldrei segja aldrei. Aldrei að segja aldrei. En þau verðlaun verða ekki greitt af þeim. Nei. Það er bara, þú veist, þeir eru bara Palli ætlar að sjá um þetta sjálfur. Þeir greiða semst fyrir byggarana í úrvalsdeildinni, 1., 2. og 3. sæti og svo byggara fyrir liða úrslitin. Ok. Þannig að það verður til mikils að vinna. Náttúrulega, keppni verður núna, það er komið í gegn. Hún verður sýnd á Stöð 2 Sport, Stöð 2 eSports. eSports og þetta er í beinni útsending þar? Nei, það verður... Þannig við verðum endursýningar þar? Já, okay. Það verður sem sagt, við verðum í beinni á Twitch-rás GT Akademíunar með úrvalsdeildina og hún fer síðan á sunnudeginum eftir þá keppni á Stöð 2 eSports. Fyrsta deildin ekki að lofa streymum á henni, en vonandi verða streymi á henni og mögulega... Og ef einhverjum langar til þess að streyma já, bara hafið samband. Já, látið okkur við. Það er að láta kveikja á tölvu, hleypa ykkur inn á Discord og gefa ykkur einhverja stjórn á hlutum og þá erum við bara með útsendingu. Já, þú veist, þetta er ekki flókidæmi, við getum, þú veist, ég get verið með einhverju calli að setja upp OBS eða þú veist, Twitch Studio, hvað sem það viljið nota. Ég skal bara kveikja útsendingunni og þið þurfum bara að fara inn á Discord. Já, þú veist. Bara inn á Discord, bara horfa á þetta þar. Já. Það er ekki flókið, sko. Nei, bara ég læti hvað lyklaborð. Þú verið heima hér, hvar sem er. Þannig að einhver langar að streyma fyrstu deildinni endilega hafið í samband. Endilega. GTH.is eða við. Meistari Máni náttúrulega tók eina keppni í fyrra, held ég, B-deildina sem hann streymdi. Já. Virkilega gaman að fá svona einhverja aðra inn. Já, bara að gera alla sem að vilja gera eitthvað í þessu. Það er bara alltaf gaman. Þú veist, ég veit það sjálfur að ég fær stundum leið á minni eigin rödd, sko. Já, samt alveg mikið leið og sjálfur verið það. Það er alltaf gaman að hlusta sjálfur mig tala sko. En sko, ef ég tala of mikið þá fæ ég leið á minni einir sko. Þú veist, bara þannig. Þannig að þú veist, það er alltaf gaman að fá svona smá refresher að þú veist, að sé einhver annar, kemur annar sjónarhótt, kemur allt annað kommentari inn í þetta.
Þannig að það verður bara virkilega gaman ef einhver nýi koma inn í þetta. Já, og það verður rosalega gaman ef við fyndum eitthvað sem hefði jafn mikið áhuga á því að keppa. Já. En bara, að lýsa og margir hérna hafa á því að keppa. Já. Við fyndum bara einhvern einn sem væri bara, þú veist, hann vildi bara vera besti lýsandi á Íslandi. Hann væri það frábært. Já, bara að samband. Ég meina, þú veist, þið þurfum ekki einu svona að vera úr deildinni. Nei, bara hafa áhuga á sig og vita meira en ég. Það væri frábært. Það er ekkert mál, ég get alveg lofa ekki því. Það er ekkert mál að vita meira en ég þetta dót, sko. En ég meina, það er ekki reglur ákveðlega, en þú veist, þú þarft ekki einu svona að þekki formúluna það verð, þú veist, bara svo lengi sem þú þekki kappakstur almennt. Já. Af því að þetta er ekkert það ósvipað, sko. Nei. Þú veist, ef þú brýtur þetta niður í fundamentals, þá er þetta ekki það ósvipað. Nei, alls ekki, eins og reglulega séu svona hvað er að fara að gerast, þá er þetta bara basically sama, þetta er bara í grunninn nákvæmlega sama. Nákvæmlega. Nema bara þetta er, þú veist, eins og ég segi, þetta er ekki mín sérþekking að muna aftur í tíman eitthvað hver gerði hvað og eitthvað svona, sko. Ég er góður í að vera brjálæður yfir því sem er að gerast akkurat núna. eins og hefur heyrst í lýsingum og svona, þá hérna. Ég heyri stundum öskrin í mér þannig að þegar Palli snýri maður, það var ískræst. Ég hérna eftir Singapore á núna í pre-season, hérna eftir ég var að lýsa með ykkur og maður náttúrulega alveg, þú veist, lifði sér rosalega inn í þetta þegar Fúsuprim misti það eftir síðustu beina. Og þegar ég kom fram út úr herbygginu, þá var ég pínu skammaður, sko. Konan nefnilega var að svæfa, sko. Já. Þú veist, þannig að þú veist, maður lifir svo rosalega inn í þetta, sko. Já. Þannig að þú veist, maður gerir það. Ef það eru börn að fara að lýsa, keep it down. Þannig að það er engin miskunn með þetta heima á mér, sko. Nei. Hún verður bara að fara að sofa þegar pabbi er búinn, sko. Það er ekki flóknar en það. Nei. Það er útsending. Já, nú er útsending og já. Bara svo ykkur. Já, þannig að þetta er allavega búið að vera skemmtilegt hérna. Ég var að vonast til þess að fá fleiri gesti til okkar. Það. Fyrsta deildin var ekki jafn spennt og úrvalsdeildin. Nei, en það er eðlilegt, maður. Við hlakum til að sjá það. Sko, ég held að fyrsta deildin sé jafnari heldur en hún var, þú veist, heldur en Björnlinni var á síðast tímabili. Já. Þú veist, af því að eins og ég sagði, þú veist, Algetur Bím átti ekkert heima þar, Demantur, hann Jón Þór, hann átti ekkert heima þar heldur. Þú veist, þetta eru menn sem áttu bara að vera í, þú veist, úrvalsdeildinni eða þú veist, A-deild. Þannig að þú veist, núna þú veist, við erum að skikka menn í deildir til þess að reyna að jafna gritti þannig að þú veist, menn fá ekki leið af þessu. Já. Þannig að vonandi verður bara fyrsta deildin mjög jöfn, úrvalsdeildin mjög jöfn, vissulega geta menn gert mistök og þú veist, við sjáum það verður eitthvað enda, alveg bótið, annars er ekki gaman að horfa á þetta heldur. Þannig að þú veist, við munum alveg sjá, þú veist, bil á milli manna. Þú veist, það er ekkert allir að fara að vera bara 0,8 sekúnda eftir hverju öðrum. Við sjáum það ekki í alvöru formúlunni heldur. Nei, við erum að fara að sjá, jafnvel, þú veist, kannski í einni keppni, þar eru að fara að sjá einhverja hringaða í úrvalsdeildinni, fyrstu deildinni líka. Þú veist, það er bara, menn gera mistök. En þekkja brautir mismunandi vel, bara algjörlega. Allt í þessu veðri getur farið misýtli menn. Algjörlega, þannig að, en vonin er bara það að við erum að jafna grittin bæði í úrvalsdeild og í fyrstu deild, en síðan getur allt gerst. Jú, og verður bara virkilega spennandi að sjá hvort þetta hafi ekki tekist vel hjá þér. Já. Eða ykkur, að koma þessu saman í þessar tvær deildir og mesta vinnan líka. En hérna, ég var ætlað að segja eitthvað. Núna man ég ekki hvað ég ætlaði að segja. En ég var örugglega eftir að muna það þegar ég leggst á koddann. Já. Þarna var það. Sendi á þig á Discord og eftir. Heyrðu, já, alveg rétt. En hérna, ég held að við förum bara að slúta þessu. Hinir gestirnir sem ég var að vonast eftir að myndu koma í viðtal til okkar eru sennilega ekki að koma. Þannig að þá bara slútum við þessu. Það er bara þannig. Ég ætla að fá bara kannski frontkamera aðeins á mig. Eftir þarna. Ég ætla bara að þakka öllum fyrir það að hafa túnað inn á streymið hjá okkur. Ef að þau eru ennþá að fylgjast með, takk æðislega fyrir að nenna því að fylgjast svona lengi með okkur. Ef að þau eru farnir, ég skilði þig, ég nenni ekki að hlusta á mig svona lengi heldur. En sjáumst þá eftir 1,5 viku í fyrstu keppnin okkar á Bahrein. Vonandi ekki kommentatorskast aftur. En við sjáumst þar, það er eins gott fyrir það að horfa. 13. október. 13. október. Bingo. Rétt hjá honum. Aftur, takk fyrir okkur og við ætlum að enda þetta bara hérna.